Helena Jónsdóttir markmaður. Helena, þið fóru nokkuð auðveldlega í gegnum 16 úrslit, tóku F á 5-0 á útivelli. Verður þetta ekki bara léttuleikur á morgun? Nei, það engin leikur léttur. Það þarf alltaf að vinna fyrir sínu, það bara þannig. Og þó svo að Þróttur sé neðarlega í deildinni, þá þýðir það ekki að þetta sé unnin leikur. Og það sýndu það alveg í leiknum í deildinni að það geta alveg staðið í liðum og það stóði í okkur mjög lengi. Þannig það verður bara að mæta þessu liði mjög vel og bara, gefa okkur allar í þetta. Þið er ekkert að koma með eitthvað kærleysi til leiks? Nei, alls ekki. Það náttúrulega, ef við mætum til leiks með kærleysi þá er það bara, það búðar ekki gott, það er bara þannig. Því að þið fengju ekkert annað séns ef að færi illa? Nei. Þú ert klár? Ég er klár. Og hópurinn allur? Já. Helena, gangi ykkur vel. Takk. Lára Einarsdóttir. Lára, það er Þróttur í bikarnum á morgun. Hvernig leggst þetta í? Bara mjög vel. Þetta er náttúrulega bikarinn, allt annað en Íslandsmóti og við ætlum bara að komast í úrslitaleikinn. Leggja allt í þetta. Þið tókuð FH í 16 úrslitum og það var býsna örugt. Já, það var góður sigur og ég er bara mjög ánægð með spilamennskuna þá og já, bara mjög flott leikur hjá okkur. Nú, svo var eins og Helena benti mér á að þið þurftu að hafa fyrir sigurnum á móti Þrótti í deildinni, þannig að þið megið samt alveg búast við að þær mæti mjög grimmar á morgun. Já, við verðum að búast við því. Þær eru ekki ennþá búin að sigra leik í sumar, þannig að þær koma örugglega grimmar til leiks bara. Það er stundum sagt að með hverjum ósérunni styttist í sigurinn, þannig að þið þurfa að passa ykkur. Já, við passum okkur á þessu og bara mætum með hörku. Þið vitið hvað þið getið? Já. Og setið boltann inn í tíð? Já, við gerum það. Það var að gangi ykkur vel á morgun. Takk fyrir. Hafrún Olgeirsdóttir. Hafrún, þú varst búin að sitja bara meira og minna á varamannabekknum sem meiddur leikmaður í allt sumar. Loksins fékkstu tækifæri í síðasta leik. Hvernig var tilfinningin að koma aftur inn á? Þetta var nú bara stutt sko, en það var bara mjög gott að vera komin aftur og ég hlakka bara til að spila meira. Aðeins fengið svona, þú veist, pínu að finna fyrir í? Já, ég fekk svona smjörþefin af þessu aftur sko, það er bara spennandi. Það er notalegt? Það er mjög notalegt. Áttu ekki vonað að fá eitthvað smá tækifæri á morgun þegar Þróttur kemur hérna í bikarnum? Jú, ég bara vona að ég fái að spila sem mest sko, það verður bara spennandi að sjá. Hvernig leik býstu við að fá? Það er náttúrulega hafa alltaf vinna Þróttararnir og eru búin að tapa sínum leikjum í deildinni og vilja eflaust halda sér eins lengi og geta inn í bikarnum og þetta verður bara spennandi. Langar ykkur ekkert að vera lengur í bikarnum? Þetta langar okkur það að við ætlum alla leið í bikarnum. Já, og það er náttúrulega, það væri titill sem að væri ljúft að taka. Já, það væri ekki verið að landa bikarmeistaratitil núna í sumar líka sko, þannig að það er bara skemmtilegt. Það er ekki slegið hendina á móti ef að það verður í boði? Nei, það væri ekki verið sko. Hafrún, ég segi að það eru hérna standa allt í kringum okkur, reyna að trufla okkur en koma á æfing, drifið út og komið í form og eftir hressa á morgun. Það gerði það, takk.